Já, sæll, við erum með tímadæmi 9. Já, maður sem var yfir tímadæmi 9. Uh, 5 mA straumur sýndur hérna í beisarásinni í gegnum beisviðnámið og við getum byrjað því að reikna út spennufallið það. Það er 8,35 volt og síðan er spennugjafarspennan 9 volt og drögum við bara frá spennufallið við viðnámið og þá fáum við út spennuna milli beis og emitter. Þá erum við með 65 volt. Þá erum við komin við það. Straumurinn í emitter gefinn og á formúlublaðinu held ég að sé ábyggilega formúla fyrir það að emitterstraumurinn kollektorstraumurinn pluss beistraumurinn. Þannig að þá er það getum við sagt bara að IK er sama sem IE mínus IB. Þannig að þá sjáum við það eru 50 mA af því að við erum með 55 mA. Við erum með 55 mA í emitterstraumnum mínus 5 í beistraum og þannig að það verða 50 mA kollektorstraumurinn. Ok. Þá erum við með nógu mikið til þess að átta okkur á hvaða spenna er yfir RK vegna þess að við erum með kollektor emitter spennuna. Hún er 0,2 volt og við verum að draga hana frá 9 volturum til þess að finna út spennuna yfir RK. Sem sagt, URK sama sem spennugjafarspennan mínus UKE. Svona, aðeins vinka þetta. Og þá er það 9, þá mínus 0,2. Uh, 8,8. Því að þá erum við með tvennt. Við erum með strauminn og spennufallið yfir viðnámið í kollektorásinni. Þannig að við getum reiknað út RK. Sem sagt, það er spenna deilt með straum. Það er þá 8,8 deilt með 50 mA sem er 0,05 ampere. Sem er þá 176 ohm, er það ekki? Ok. Það er sem sagt hægt að líta á straumrás transistorsins eins og raðtengingu á viðnámum. Sem sagt R-base og U-base emitter raðtengd rás. Síðan leggst
Base-straumurinn við kollektorstrauminn og sameiginlega gera þeir emitterstraum 5 mA pluss 50 mA gefur að 55 mA í emitter og kollektor emitter spenna yfir transistorinn pluss spennan yfir viðnámið í kollektorásinni gefur okkur heildar spennugjafarspennuna. Svo að þetta má líta á svona sem breytileg viðnám í base-rásinni og kollektorásinni. Ok, þá það næsta dæmið hérna. Hér erum við með rás þar sem að við tengdum upp svona svipaða rás í verklegu en við höfum að reikna hérna út ýmislegt. Því að hérna... díóðan þarna bakspennt? Jú, díóðan bakspennt. Hver tilgangurinn á því? Það eru spanpúlsar sem að koma hérna frá spólunni sem álag hérna á transistorinn sem sagt. Við erum að kveikja og slökkva á einhverju með snertu sem að í þessum seguliða. Þetta spóla í seguliða. Þannig að til þess að varna spanpúlsar? Já, til þess að spanpúlsarnir frá spólunni skemmi ekki transistorinn og rásina sem væri hérna einhver meiri fyrir framann, að þá erum við með öryggisdíóðu sem að kölluð straumskiptidíóða. Þannig að hún hleypir straumnum sem verður til við spanpúlsinn hérna í gegnum spóluna sjálfa og þannig eyðist orkan í spólunni sjálfri. Það var bara fyrst að útskýra þetta sem að varna spanpúlsar frá spólu sem skemmist ekki eða... Til að skemma ekki transistor. Og hún væri skilgreind sem öryggisdíóða. Já. Þetta öryggisdíóða. Það er bara beðið sem sagt skilgreinda straumstefnu frá pluss til mínus, bara að sýna sem sagt að skilgreindur straumur fer frá base til emitter í þessum transistor sem NPN og svo straumur sem fer hérna frá kollektor niður í emitter skilgreindur. Ekki svona auðvelt að sjá þetta alltaf að því að örin þarna á? Jú, örin sýnir alltaf þessa stefnu. Já. Þannig að við merkjum hérna inn á kollektor, K, base, B og E fyrir emitterinn. Örin hérna bendir hérna út á NPN, örin bendir á N-efnið. Þannig að hér erum við með emitterinn. Örin alltaf á emitternum. Þetta 3055 fyrir það. Þetta ofan E. Þetta þetta hérna tegundin af transistornum. Þetta transistor sem við erum að nota í verkefnunum. Sem að skrúaður, kollektorinn húsið á þessum transistor. Þetta bara númerið á transistornum. Þetta hefur ekkert með að gera neina útreikninga. Þetta bara hvað hann heitir. Hann heitir bara 3055. Ekkert sem við getum grætt á neinum samvæmdi útreikningana í þessum. Þetta bara stór transistor. En hér bara verið að spyrja hver stórt þarf viðnámið að vera. Ef að base-straumurinn 100 mikroampere og þá þurfum við að gera ráð fyrir hann sé opinn eða fullopinn, þá reiknum við með 0,7 volta base emitter spennu. Spennan milli base og emitter sé 0,7 volt. Það gerum við, það svona þumalputtaregla þegar við erum með transistor sem á leiða á fullu. Hann opinn sem sagt, hann leiðandi. Og þá spennufallið yfir R1 sem sagt
spennugjáðspennan mínus base emitter spennan. Og svo þetta mikró, það er 100 sinnum 10 í mínus 7 veldi til þess að fá þetta í amperum. Þá fyrir 113 kílóum. Og hlutverk díóðunar, það er talað hérna afhlaða spóluna. Jú, spólan hún er með ákveðna segulorku þegar hún er dregin. Það kemur straumur hérna í gegnum hana og þegar að transistorinn lokar þá reynir spólan að viðhalda straumnum og þess vegna myndast þessi span-púls sem að fer í gegnum díóðuna sem að leiðir þennan span-púls bara aftur í gegnum díóðuna og eyðir honum þar og þá verðum við transistorinn og við köllum þessa díóðu straumskipti díóðu. Ok, svo er það að merkja straumstefnurnar inn á táknið fyrir NPN transistorinn. Vantar eiginlega að hafa hinn transistorinn líka, PNP, en það er örinn réttilega sem að sýnir straumstefnuna. Svo er það næsta dæmi hérna, 7. Þetta er allt svona mjög svipað. Við fáum gefnar stærðir, 9-8 spennu á spennugjáðspennunni og beistraumurinn er gefinn, kollektorstraumur er gefinn, viðnámið beisrásinni og kollektor og emitter spennan er gefinn. Þannig að þá er bara að reikna eftirfarandi sem vantar inn í þetta sem sagt. Það er U-base emitter, svo emitterstraumurinn, hann er í rauninni kollektorstraumurinn pluss base straumurinn. Sú formúla er reyndar ekki hérna á þessu formúlublaði sem ég er með. En þetta kemur með þjálfuninni að leggjast saman straumarnir kollektorstraumurinn leggst við beistrauminn og samanlagt verða þeir að emitterstraumnum. Sameinast í emitternum og þá leggjum við bara saman kollektor og beistraum, fáum emitterstrauminn. Af því að báðir voru gefnir. Beistraumurinn 8,3 mA og kollektorstraumurinn 148,7 mA. Ok. Síðan var það spennufallið yfir kollektormótstöðuna sem var verið að biðja og þetta er alltaf aftur summa spennufallanna og ef við vitum annað spennufallið, til dæmis spennufallið milli kollektor og emitter sem er 2 volt og drögum þessi 2 volt frá spennugjáðspennunni sem er 9 og þá erum við komin með spennufallið 7 volt yfir kollektor viðnámið. KE, já, þetta er milli kollektor og emitter á transistornum og Hvað sagði það? KE, það er kollektor, emitter og ef stendur fyrir framann U, þá er það spenna en oftast er straumurinn bara kollektorstraumur eða emitterstraumur. Þetta er svona að nota ómslamálið bara í þessum rásum, reyna að átta sig á þessu, þetta er ekki flókið, það er bara að reyna að sjá einfaldleikann í þessu og reyna að skoða þetta, reikna þetta fram og tilbaka og sjá þetta passar allt saman. Nú er spurning hvernig er
staðan með til dæmis heimadæmi 5 hjá okkur. Ég fór það er heima. Já, þetta er allt saman í hérna þessu hér. Heimildæmi 5, já. 16. Það er í dag. Á að skila þessi í dag, já. Ok. Það eru margir búin að opna þetta. Hvernig gengur með þetta heimildæmi? Hvernig lítur það út? Eru þið að ráða við þetta? Sjáðu, þetta er sama dæmi eða ekki? Merki á straumstefnur. Og það er fyrsta dæmi hérna hver stór þarf R1 að vera ef base er 100 mikroampere. Við reiknum með 0,78 base emittisspennu. Hvað gerum við hérna? Draugum 0,78 base emittissspennuna frá 12 V spennugjafaspennunni. Eftir stendur spennan yfir R1. Autt blað. Fullt af svoleiðis til þess hérna. Já, þetta er gert rafrænt. Þið getið prentað þetta út, þið getið ekki skannað þetta inn. Þið nota CAM-skannir. Það er hægt að gera það. Og ef þið viljið reikna hérna, já, býtu, þetta er bara, já, þetta er bara bara 2 blöð. Okay. Þessi lausn er sem sagt undir efni, þannig að þið hafið aðgang að þessu, en ég ætla aðeins að fá okkur til þess að æfa ykkur á transistora dæmunum. Þannig að hérna er eitthvað sem þið hafi gert áður og þið bara æfið ykkur á þessu af því að lausnin er inn á undir efni. En hins vegar þessi dæmi hérna, þetta er það sem við vorum að gera, þetta var mælingaverkefni, úr mælingaverkefni í rauninni, það sem hérna, það er spurt hvert er hlutverk díóðunar hérna, D1, og það er eitt sem ég þá þarf að minnast á við ykkur varðandi, sem sagt, annarkot ef það er viðnám hérna í þessari tengingu við emitterinn, eða í þessu tilfelli díóða, að þetta er
til þess að útbúa hitastöðugleika á transistorarás, því að ef að transistorinn er að hitna þá leiðir aðeins meira og þess vegna verður hærra spennufall yfir ákveðið viðnám eða viðnám er hérna en til dæmis þessa díóðu. Jú, það verður örlítið hærri spenna yfir díóðu ef það kemur meiri straumur í gegnum hana. Þannig að þetta við það að verði hærri spenna hér þá minnkar base emitted spennan hérna og dregur úr straumnum í gegnum transistorinn. Þannig að þetta er svona svokölluð hitastöðugleiki, stundum kallað stabilisering á hita eða eitthvað slíkt. Þannig að díóðan getur verið hitastabiliserandi og líka í þessari rás hérna akkurat tryggir hún það að transistorinn loki. Þannig að í rauninni þá þarf LDR-móstan bara að minnka spennunni hérna base, þannig að U-base emittir spennan á transistornum fari niður fyrir 0,5 volt eða eitthvað slíkt. Venjulega er hún kannski 0,7 volt til þess að transistorinn sé full opinn. Og þannig að næst þá erum við að fara að leggja álagslínu fyrir transistorinn á mynd 4.4, það er þá þessi transistor hérna. Við sjáum spennugjafaspennuna, það er 11 volt og við erum með strauminn, kollektorstrauminn sem sagt, það er þá emitterstraumurinn mínus base-straumurinn sem er þá 50 mikroampere base. Þetta þurfum við að leggja inn í þetta rit hérna. Þannig að annar punkturinn er 11 volt. Við finnum hann hérna. Það er bara búin til punkt hérna milli 10 og 12 volta hérna. Og hitt er straumurinn í kollektor 35 milliampere og drögum línu þarna á milli. Þá erum við búin að leggja DC álagslínu í þetta. Bara beina línu. Beina línu, já. Við vitum ekki IK, jú, þið drægið 5 mikroampere frá þessum straumi hérna. Þetta er 35 milliampere. Þegar transistorinn er í þessari stöðu þá fara 35 milliampere í gegnum rásina. En hvað getur straumurinn orðið mestur í rásinni? Við finnum það út frá spennugjafaspennunni og stærð kollektormótstöðunar. Þá sjáum við, hér er þá bara ómslagmálið, það er að IK er þá sama sem U deilt með, U spennugjafarspennan 11 volt deilt með 200 ohmum. Þá finnum við út strauminn sem á að fara hérna inn á hér. Hvað er hann mikill? Við höfum spennugjafarspennuna og við höfum stærðina á kollektor viðnáminu hérna, eða viðnáminu sem tengist inn á kollektor. 200 ohm. Við verðum að segja 11 deilt með 200 og þá fáum við hinn punktinn sem við setjum inn í línuritið fyrir IK. Straumurinn sem er á ferðinni í hérna í kollektorrásinni eða í emittetum núna eru 35 milliampere. Við megum ekki nota hann beint sem mestastrauminn, en hann er einhvers staðar hérna á ferðinni á línunni sko. Hann er á línunni, á álagslínunni. En þetta er ekki. Þannig að EB mínus EE er ekki EK, eins og sagður. Ekki mesti straumur sem að við þurfum að setja í línuritið. Nei. Það var hérna misskilningur sem að ég þurfti að leiðrétta. Já, þannig að mesti straumur sem getur orðið í rásinni er 55 milliampere. Sem að við myndum þá, það er 11 deilt með 200 ohmum, þá er það 55 milliampere. Við fáum 0,04
55 ampere og það eru 55 milliampere og þá draugum við línu frá því og niður í 11 voltin hérna. Þannig búum við sem sagt útgangskennir í línuna. En við sjáum það þegar að straumurinn er 50 mikroampere þá getum við séð það í þessu hér 50 mikroampere í beisrásinni, þá er það þessi lína hérna. Þegar hún sker þetta þá sjáum við að þetta er það byrj 35 milliampere, aðeins meira. Og þá er spennufallið milli kollektor og emitter tæplega 4 volt. Það er það sem við getum lesið út úr línuritinu. Það er spurt hérna, reiknaðu IK og berðu saman við útgangskennju línuna. Þannig að við reiknum það bara hérna, drögum hérna 50 mikroampere frá 35 milliamperum og þá kemur bara þessi tala hérna í amperum eða getur líka sett þetta í milliampere, það er 34,95 milliampere. Það sem að takmarka strauminn í rásinni er rauninni þetta viðnám hérna 200 ohma viðnámið í kollektorrásinni og þess vegna segjum við þetta er það sem getur orðið mesti straumur í rásinni. Ef við í rauninni tengjum þá neðri endan á þessu viðnámi hérna beint niður í mínus. Það er þessi svarta lína hérna sem er að sýna það sko. Þess vegna reiknum við strauminn sem sagt hérna 55 milliampere sem getur orðið mestur í kollektorrásinni. Til þess að finna út kollektor og emitter spennuna við vitum það er straumur hérna í emitterrásinni, við erum búin að draga beistrauminn frá, þá erum við með 0,03495 ampere hérna og við notum þann straum hérna og stærð viðnámsins í kollektorrásinni, þá getum við reiknað út spennufallið yfir RK. Drögum það spennufall sem við fáum þar frá 11 volta spennugjafa spennunni og þá fáum við 4 volt og svo ætlum við að bera þetta saman að það sem að sker í base hérna 50 mikroampere línuna, ef við tökum beina línu frá álagslínunni niður í kollektor og emitter spennuna, þá er það það bil 4 volt og við reiknum það út hérna með þessu að draga spennufallið frá spennugjafaspennunni frá 11 voltunum, þá fáum við líka 4 volt. Þannig að þetta passar það bil. Sjáu þið, við 50 mikroampere línuna, það er 50 mikroampere inn á beisinn og álagslínan sker þá þessa 50 mikroampere línu, þá tökum við beina línu hérna niður og það er það bil 4 volt líka. Þannig að þetta passar nokkurn veginn. Erum við þá búin að afgreiða délið? Eða já, ok. Svo er það næsta mál. Það var tenging sem við gerðum áfram þarna í þessu verkefni þar sem að þessi tveir þrænstórar voru tengdir svona saman. Munið hvað þessi tenging er kölluð? Það var nafnið á æfingunni. Þetta er Darlington tenging en það er kannski ekki aðalatriði en við erum að reyna að fylla upp í þessa töflu sem sagt. Hvað er beðið um? Hvað er verið að biðja um? Það er verið að biðja um spennurnar U-base emitter 2 og UKE sem vantar í töfluna. U-base emitter 2 sem sagt, það eru gefnar ákveðnar spennur hérna og það er sem sagt það vantar hérna þegar er til dæmis þegar hún er myrkvuð þá er þessi LDR mótstaða, þá er base emitter spennan 0,69 volt og spennan yfir LDR mótstöðuna er gefin, það er 1,39 og sem sagt spennan yfir LDR er sama
spenna og ef við leggjum saman base emittu spennunar á transistor 1 og base emittu spennuna á transistor 2. Þannig að ef við vitum aðra base emittu spennuna 0,69 volt þá getum við dregið hana frá ULDR, frá spennunni yfir LDR mótstöðuna. Þá er það 1,39 volt hérna mínus 0,69 volt og þá fáum við base emitter 2. Þá fáum við þá spennu hérna. Gerum það fyrst. Það er gert einhvers staðar hérna. ULDR mínus base emitter 1. Þá fáum við það er 0,7 volt og þá er hún svo spenna sett hér. Og síðan er beðið UKE2 hérna á þessum stað hér þegar hún er lýst að þegar engin straumur í gegnum transistorinn þá er transistorinn lokaður þá hérna er náttúrulega engin spenna yfir peruna. Ef það er engin straumur í gegn þá er engin spenna yfir peruna. Hvar er það þó öll spennan? Spennugjafarspennan. Transistorinn T2 hann er eins og lokaður rofi þetta hérna. Þess að rofi sem gefur ekki samband. Þannig að það er bara öll spennan þar yfir milli kollektor og emitter. Þar er öll spennan og þess vegna er 10 volta spenna hér. Við getum í rauninni ekkert kannski reiknað út en við getum, ef við segjum að peruspennan er 0, það er slökkt á perunu vegna það er engin straumur. K2 er 0, það er engin straumur í gegnum peruna, þannig að það hlýtur að vera slökkt á perunni. Það er 0 volta spenna á perunni og þá er öll spennan frá spennugjafanum yfir transistorinn milli kollektor og emitter. Það er 10 volt, þess vegna setjum við 10 volt hér. Við þurfum aðeins að bara leggjast yfir þetta, hugsa þetta, hvernig spennan skiptist í svona rás og þá hérna reynum við átt okkur á því. Svo vantar eina stærð hérna sem er hérna straumurinn í base þegar að við erum með allt í gangi og það er verið að reikna út hérna base strauminn í base hérna. Já, þetta var tvítekið hérna og það er gefið upp straumgrunnarstuðullinn HFE í rásinni, hann er 9300 og af því að kollektorstraumurinn er gefinn, mælingin 279 mA er gefinn hérna í töflunni, hún er hér. K2 279 mA þar í gegnum peruna þegar að og náttúrulega kollektorstraumurinn þegar að hérna þegar hann lýsir og þá hefur við að reikna þennan straum út hérna, hvað er þá base straumurinn og þá er það straumögnunar stöðullinn sem að getur gefið okkur sem sagt með þessari formúlu sem við erum með á formúlublaðinu, það er HFE saman sem EK deilt með EB, þá snúið þeirri formúlu bara við, leysum fyrir E-base, þá er E-kollektor deilt með straumögnunarstöðulinum. Þá er það 279 mA, deilum við með 9300 og fáum svarið í milliamperum, 0,03 mA. Ok, er þetta síðasta spurningin í prófinu? Þá getum við skoða einhver önnur dæmi ef að þið viljið, skoða eitthvað sérstaklega í dæmunum þetta fyrir framann. B. Hanna afreiðisás. Tækið tekur 410 mA og það er gert fyrir 30 volta í afspennu.
Þannig að U með er gefið 30 volt og I er 410. Og þá þurfum við að reikna okkur upp í gáruspennuna. Nei, að reikna fyrst gáruspennuna, við erum að reikna okkur upp í max-skildið, U max. Og við erum að nota gáruspennuna til þess. En þetta er formúla á formúlublaðinu, já, hún er neðst á fyrirblaðsíðunni. Það er U max sem U með plus U gáradelt með 2 plus tvissunum með D. Það er þessi hérna. Reikna fyrst gáruspennuna. Af því að þetta er brúafriðill, þá erum við með 4 díóður, 2 díóður leiða samtímis, þannig að þá erum við með stöðulinn 6. Samkvæmt þessu, þá eru 2 og 2 díóður og við erum með heilbylgjuafriðin. Og þétturinn hefur styttri tíma til þess að afhlaðast og þess vegna er stöðullinn helmingi minni með bara hálfbylgjuafriðin því að þetta er heilbylgjuafriðin. Stöðullinn 6 sinnum straumurinn í milliamperum 410 deilum við með stærð þéttisins hann er vitlaus hérna annarkot setjum við já, hann er sennilega vitlaust gefinn hérna, hann á þá að vera hér í dæminu 470. Getur það ekki passað? Eða er þetta hérna vitlaust? Við höfum að tjekka á því hvort er rétt. Sjá 6 sinnum 410. Við deilum með 470. Hvað fáum við út? 5,23. Já, ok, þá er það bara í þessi fyrirmæli hérna sem að þetta hefur verið óvart, ekki rétt. 470 á verið hérna. Þétturinn er 470 mikrofarad. Leiðréttið það ef að þið getið. Allavega á blaðinu hjá okkur. En lausnin er þá bara með þessari villu undir efni. En útreikningurinn er þá svona. Og svo reiknum við okkur upp í max-skildið, það er meðalgildið sem er 30 volt plus gáruspennan deilt með 2, hálf gáruspennan. Því að meðalgildið liggur í gegnum hálfa gáruspennuna, þá erum við á leiðinu upp í max-skildið. Þá leggjum við hálfa gáruspennu við og svo leggjum við 2 díóðuspennuföll við, sem sagt plus 1,4 volt, sem er 0,7. Og fáum 34,02 sem U max. Svo til þess að reikna út hvað þarf þá spennan, reiknaðu riðspennuna U inn á afriðilinn, er beðum hérna. Þá er það síðast er U max deilt með rótina 2 og þá fáum við 24,05 volt. Þetta er aðferðin. Einhver fleiri dæmi? Þannig að svo er bara að teikna rásinn á þéttinn og þetta. Svo erum við bara með hefðbundna 3-fasa afriðin hér. Hvað er öðruvísi hér í hálfbylgjuafriðinni? Hérna hefur við stöðulinn 12 í gáruspennunni vegna þess að við erum bara með 1 díóðu. Og hér erum við að reikna út meðalgildið. Við erum ekki að reikna okkur upp í max af því að spennan var ekki gefin í byrjun. Heldur við reiknum með upp og endum á því að skrifa inn sem sagt já, U með og það allt saman inn á myndina. Já. Það er sem sagt virkagildið er gefið, þennan 16 volt til þess að geta reiknað út í max og svo draugum við frá hálfa gáruspennuna og 1 díóðuspennufall. Og svo reiknum við út viðnámið út frá meðalgildis jafnspennunni og deilum við stærð álagsstraumsins 240 milliampere eða 0,24 ampere sem sagt til þess að fá viðnámið hérna 78,6 ohm. Þetta þurfum við ykkur á og síðan er það brúafriðillinn. Hvernig er svarið við þessu?
Er ekki díóðum þá bakspennt? Þú veist, er ekki að fara öfuga átt þá? Jú, þú ert að reyna að fara með strömminn í öfugt í gegnum díóð, jú. Þetta er ekki að gerast nema bara fullt viðnám, eða ekki? Já, óendilega stórt viðnám, já, Það er ekki? jú. Það er bara óendilega stórt. Akkurat. Þú er eitthvað lærið. Það vantar svarið við þessu þarna í þessu. Hausinn á mér, ég get ekkert, alltaf því ég sé það, þá bara, það finnum mér. Og já, hérna er reyndar rás sem er bara upptengt og hér er bara 2 volta spennufall yfir ljósdíóðu, svona standardljósdíóðu, og við reiknum með 10 milliampere straum í gegnum hana og þá drögum við spennufallið yfir ljósdíóðuna frá spennugjafaspennunni. Það er þá gert hérna, 15 er spennugjafarspennan, drögum spennufall ljósdíóðuna frá og deilum með straumnum, þessum 10 milliamperum, hérna er þetta bara amper, 0,01 amper. Passið ykkur að setja ekki óvart 100 milliamper með því að gera þetta hérna ekki rétt, en þá fáum við út viðnámið. Og eins með þetta að, hér er spennugjafinn, hann er stilltur á 15 volt, kannski óheppilegt að hafa þetta hérna inni svona. Þetta stillanlega spennugjafi frá 0 til 24 volt, en hann gefur út hérna 15 volt og þá er U1 er 15 volt og Zener spennan er 9 volt og þess vegna er seinni mælirinn hérna hægra megin, hann spennumælirinn, hann sýnir náttúrulega Zener spennuna 9 volt. Spennufallið yfir þetta viðnám hér er mismunurinn á 15 voltum og 9 voltum sem eru 6 volt og þá getum við reiknað út strauminn sem að þessi straumælir á að sýna og þá er það hérna 6 voltinn deilt með stærð mótstöðunar 1200 og þá fáum við hérna 5 milliampere. Ok, og hérna, já, í þessu dæmi hér, já, það er að bíða með þetta. Hvað sagði þetta með það? Til þess að fá UR, sem sagt það er mismunurinn á spennunni sem að spennugjafinn gefur út, stiltur á 15 volt stendur hérna, það er 15 volt hérna, vinstra megin, og svo 9 volt hérna, og þá er það 6 volt yfir viðnámið. Ok.